Jæja, velkomin í þáttinn Heimsmyndir. Í dag ætlum við að spjalla við hann Jóhann Björnsson, heimspeking. Ég er nefnilega búin að vera að eltast við alla gömlu félaga mína sem eru heimspekingar og draga þá hingað þáttinn, þannig að þetta er svona orðin ákveðin hefð. Heyrðu velkomin í þáttinn Jóhann. Já, takk fyrir að bjóða mér. Gaman að fá þig. Heyrðu, við vorum svo við byrjum nú aðeins á forsögunni, við ætlum reyndar að tala heimspeki menntavísinda, en svo við byrjum aðeins á forsögunni, þá vorum við saman í stjórn siðmennta gamla daga. Já, í mörg ár, sko. Það var mjög áhugavert og ég lærði hellinga því dæmi, sko. Það var svona góðu tími, sko, því að maður lærði, að því ég var svo ungur, sko, kom inn í þetta bara 23 ára eða eitthvað. Og maður lærði svona bara að vera í svona samstarfi ákvarðanir og svona fundahald og einhvern veginn. Það var eitthvað sem var alveg nýtt fyrir mér þá, sko. Já. Þroskandi, sko. Já, og starfið var að mörgu leyti, sko, hvað ég segja, það var svona, já, við vorum að hafa áhrif á samfélagið, sko, á þessum tíma, virkilega, sko, það var þannig, sko. Og núna það svona, aðeins ég vil líka grina sem mitt neitt í dag, sko, þá þetta alltaf svona established. Já. Það svona lítil barata í dag eða eitthvað. Já, mér finnst það, sko, með hvernig það var, við vorum svolítið að vinna líka á þeim vettvangi að hafa áhrif á samfélagið, sko, svona það var kallað í okkur hingað og þangað, kannski það ennþá í dag, ég veit það ekki, sko, en stundum ef maður horfir á það svona utanfrá þá þetta orðið svona, já, þá gæti maður ímyndað að þetta væri bara eitthvað svona ferðaþjónustu fyrirtæki sem að gifta fólk við fallega fossa og svona. Allt einhverju fossar og... En á meðan við vorum svolítið á hnefanum að við vorum að ræða skólamálin og við vorum að þetta trúarlega hlutlausa samfélag sem vorum í og það var farið að kalla á okkur víða til þess að til þess að hafa áhrif, sko, og hvað myndi siðmenn segja þetta, sko. Og kannski það þannig í dag, en maður verður minna var við það. Já, eflaust það þannig í dag og snýr kannski meira að þessum kynsegimálefnum og eitthvað slíku, sko. Já, en við vorum saman í stjórninni og siðmennt félag húmanista. Já. Þetta í huga að byrja svona að tala hvað húmanismi sko. Af því að það er til kristilegur húmanismi. Trúarlegur húmanismi og svo kom þessi sekúlar húmanismi. Hvernig myndið þú segja að þetta skiptist? Sko náttúrulega þessi trúarlegi gengur þá náttúrulega út á því að gera ráð fyrir því að það sé einhvers konar æðra máttarafl sem að vakir yfir okkur í svona í grunninn, það sé einhver guð eitthvað þess áttar, gerir ráð fyrir á meðan að þessi veraldlegi húmanismi hann gengur ekki út frá því, sko. Sumir bara trúa því einlægt að það sé engin guð til eða ekkert yfirnáttúrulegt afl á meðan aðrir eru meira svona efins það að útiloka það ekki en gera ekkert ráð fyrir það sé. Nei, það sjálfsög ekki. En ég átti nú meira við það, sko, að það er náttúrulega til, sem sagt, ég held að það hafi verið á síðmiðöldum sem að menn fóru að tala húmanisma í trúarbrögðum. Já. Og þá var það þessi þróun frá því að guð sé eitthvað svona ógulegt afl eða vald yfir öllu yfir til að manneskjan hafi hlutverk í trúnni einhvern veginn. Já. Þannig að það er svona þessi trúarlegi húmanismi. En svo er svona þetta runni sekúlar húmanismi eða hvað er sekúlar í íslensku? Veraldlegur húmanismi. Já. Hann segir náttúrulega bara að það sé engin guð sérstaklega, sko, en að manneskjan hafi bæði mikilvægi. Og svo er ekki líkur í orðunum einhvern veginn að manneskjan hafi hæfileika eða getuna til að skilja heiminn, taka rökréttar ákvarðanir. Jú, þetta er oft eins og þegar verður að tala þróuna svona í heimspekisögunni að fólk fóru að nota svona sitt eigið hyggjuvitt, það fóru að nota rökhugsunna og skinnfærin til þess að átta sig á því hvernig heiminum lá, sko. Í staðins að líta svo á að það sé þarna einhver uppi sem að stýrir þessu öllu og segja okkur hvað á að gera og hvernig. Svo náttúrulega voru til í kringum kalvínistana og á þeim tíma voru til hugmyndir að það væri svona trúarleg nauðhyggja að Guð væri búinn að ákveða allt sem við myndum gera, sko. Jú. Þá hefur verið ekkert hlutverk annan að fylgjast með, sko. Nei. En svona veraldlegur húmanismi, hann lítur náttúrulega ekki á, hann lítur svona meira á að maðurinn hafi eitthvað svona frum afl í sjálfu sér, sko. Já. Herra, þú varst að kenna síðan borgarlega fermingu, undirbúningsnámskeiðið. Já, í 24 ár. 24 ár. Og það var svona tilviljun að ég datt inn í það á sínum tíma og það var ástæðan fyrir því að ég gekk til þessi siðmennt.
Já, ok, kom svona mentalegu leiðina inn í þetta. Ég sá bara auglýsingu, ég var nýkomin úr námi frá Belgíu, ég var í meistaranámi í heimspeki í Belgíu 93 til 95, þá var ekki mögulegt að taka meistaranámi í heimspeki hérna á Íslandi. En það byrjaði reyndar að meðan ég var úti, sko, en þannig að við urðum að fara út, sko. Svo ég fór til Belgíu í kaþólska háskólann í Löwen Ég ætlaði einmitt að spyrja því, var þetta kaþólskur háskóli? Já, kaþólskur háskóli. Það er skemmtilegt að koma beint úr kaþólskum háskóla í að kenna veraldlega siðfræði. Já, en sko það var mælt með því að ég færi inn á skóla. Ég fór og ræddi hérna við kennar upp í Háskóla Íslands sem þekkti skóla út allan heim og var svona mæla með skólum fyrir nemendur. Og það var ekki út af trúarbröðunum þannig sérstaklega heldur að því að þetta var skóli sem lagði áherslu á þessa meginlandsheimspeki. Og það var svona það sem ég hafði áhuga á. Þeir með Husserl-stofnunina í fyrirbarafræðum og rit Husserls og svona eru þarna geymd og það hverfist meir og minna allt um það þann úti og tilvistarspekina og svona allt svoleiðis og ég hafði svolítið áhuga á því og síðan bara fær maður þennan auka bónus að það eru allavega 5 kennara sem eru líka starfandi prestar sem kenna. Það núti? Já, en kaþólikarnir nota heimspekinu með mikið sem tæki til þess að vinna með sína trú. Og það sambúð trúlausra og kaþólskra það núti var mjög góð, sko. En ég var ekkert mikið fann að pæla þessum hlutum þá, sko. Ég var bara að fara í heimspeki og... Þú varst ekkert svona orðin ykkur hatramur eða harður svona veraldlegur húmanisti þá? Nei, það kemur bara svolítið seinna, sko, að ég fer að spá í það, sko. Og þá í gegnum þessa tilvistarspeki sem ég hafði verið að vinna svolítið með ári ég fer út og hélt áfram reyndar úti og skrifaði meistarritgerð mín Sartre og Merleau-Ponty og þá fer ég inn í húmanismann svona í gegnum það. Tilvistarstefnan mannhyggja og verður mitt svona uppáhaldsrit og þannig kem ég inn. En ég sé auglýsingu í dagblaði þegar ég kem heim að vanti ykkur til þess að kenna á námskeið fyrir borgaralega fermingu. Ég vissi ekkert hvað það var en svona kynnti mér málin og hafði samband og við vorum 3 eða 4 sem byrjuðum og þróðum þetta svona áfram og síðan bara var ég í 24 ár og fannst þetta mjög áhugavert og skemmtilegt og ákvaði framhaldinu þá að fara að kenna í grunnskóla og taka kennsluréttindi. Þannig fer ég inn í þessi menntamál, sko. Og þá varstu í réttarhaldsskóla? Þá var ég í réttarhaldsskóla bara Þannig að sá áhugi kemur upp úr því að vera að kenna krökkum í borgaralegri fermingu? Já. Skemmtilegt. Já. En upplifirðu Sartre og Merleau-Ponty sem svona hugmyndabræður Husserls, svona framhald? Já, þeir hafa alltaf settir upp þannig, sko, en ég hef ekkit, sko, þannig að það svona þessar spurningar um það að vera manneskja og hvað það að vera í heiminum og svona sem höfðu svolítið til mín og líka svo kemur inn þessi hugmyndum húmanisma sem kemur svolítið út frá þessu, sko, að vera ábyrgur í samfélaginu, svo þekkjum svo stef vilt stef hjá Sartre til dæmis að vera frjáls og ábyrgur, sko og það svona stef sem að ég heillaði svolítið af, fannst skemmtilegt. Menn hafa barist það í heimspekinni síðan bara á tímum Grikkjana að spá í hvað sé að vera frjáls. Já, einmitt, það svona eilíðar pæling, sko. Frjálsvilji til og hvað frjálsvilji? Já, einmitt og það nefnilega svolítið skemmtilegt að vita þó maður sé að pæla í þessu og kannski geri einhverja ritgerðir í skóla og svona þá á endanum maður alltaf en þetta virkilega svona, sko. Þá kemur alltaf þessi en þegar maður búinn að setja endapunktin. Börnin mín myndu segja á ensku hvað segir alltaf? But is it? Já, einmitt, já. Is it really? Já, einmitt. Það einmitt. Já. Og sko í umræðinu borgarlega fermingu þá alltaf talað að það sé að vera að kenna gagnrýna hugsun. Já. Og það bara mjög gagnlegt og gott, en eins og með alla svona hluti, sko, ef maður segir eitthvað nóg oft, þá fer það að virka eins og frasi. Já, einmitt. Frasin orðin svolítið máttlaus, þarf að segja eitthvað meira? Já, það nefnilega alltaf svolítið spurningu, sko, hvernig maður kennir og hvort það hægt að kenna eitthvað. Já. Og þess vegna hef ég að því ég hef verið að það ég stundum svolítið vandrar með það hvort ég segja ég sé að kenna heimspeki eða stunda heimspeki til dæmis með nemyndum mínum, því að nú hef ég verið að vinna með það, sko.
og ég hef frekar vilja líta á þetta eins og maður sé þjálfari í íþróttum heldur en að ég sé beint svona kennari. Maður hefur þessa hugmynd kennarana, þessi gamli kennari sem stendur upp í töflu og hellir ofan í höfuð nemenda svona sem hellir vatni í fötu. Hýsa visku sinni. Já. En svona þjálfarinn, hann fer einhvern veginn meira með viðkomandi og að rækta viðkomandi eða jafnvel bara garðyrkjumaður, sko. En það einmitt stef í þessari ritgerð sem við ætlum að tala um eftir, myndi ég segja. En varandi gagnrýnu hugsunina og hvernig þessi frasi verður svona kannski pínu dauður. Að því að sko gagnrýnu hugsunin svona í fljótu bræði upp úr 2000, það var alltaf þetta með að efast kuklu hindurvitni og vera svona kannski svolítið veraldlega þengjandi. Jú. En svo getur það einhvern veginn líka orðið gelt þegar menn hugsa alltaf eingöngum mælanleika og það til dæmis vandamál í menntavísindum. Jú. Og þannig að þetta verður svona tókast á og svo ég útskýri þetta nú aðeins betur kannski. Þú ert með þessa hugmyndum að það er vera hægt að mæla árangur í námi. Jú. Og það er vola svona formfast og vel þekkt að þú far einkunnir fyrir að vera góður stærðfræði og svo framvegis. Já. En svo er kannski einhver svona vitund það hjá til dæmis heimspeki kennarunum að þú viljir kenna einhvers konar lífs þroska eða eitthvað. Já. Og hann er illmælalegur. Já, einmitt. Og þá myndi kannski gamli frasin að læra gagnrýna hugsun, hann myndi segja hvað er það að tala um? Þetta er ekki mælanlegt og er þetta raunverulegt? Já, hvort það sé raunverulegt að mæla gagnrýna hugsun? Já, eða hvort þetta stef sé komið svona út fyrir hennan skýra ramma hvers gagnrýnin hugsun er. Já, ég veit ekki alveg hvort ég fylgi með hvað þú ert að meina, sko. Ert að meina það að gagnrýnin hugsun eins og hún var kynnt þarna og þú varst að lýsa hérna á hann að hún bara virki ekki? Nei, ég held að hún virki alveg, sko. En ég held að þetta verði svona þreyttu frasi þegar maður hugsa lengra heldur en bara að vera að hafna einhverjum hindurvitnum og eitthvað svona. Að það sé bara svo margt í samfélaginu sem er loðið og persónulegt og auðvitað getur gagnrýnin hugsun náð utan það en svona innföld nálgun við gagnrýnin hugsun er einhvern veginn ofta þetta með að allt er vera vísindilega mælanlegt og vísindilega staðfest. Já, ég man þegar ég var í BA-náminu fyrir rosalega löngu síðan, þá ger ég eitthvað verkefni í einum áfangunum sem við máttum svona velja okkur Brynjólfur Bjarnason og hann skrifaði þetta margar bækur og hann var einmitt að tala gagnrýni og gagnrýna hugsun og það situr svo tímið það sem hann sagði að skefjalaus gagnrýni væri ákveðin hnignun. Það er að segja að ef maður gagnrýnir allt bara, þá kemst maður ekkert áfram. Og ég, mér fannst þetta svolítið skynsamlegt hjá henni því að maður vill vera gagnrýnin og efast alls konar hluti, en hversu langt getur maður gengið í efanum, sko. Akkurat. Og ef maður gengur svo langt að það einhvern veginn verður ekkert sem maður getur gengið út frá, jafnvel þó maður þurfa að endurskoða síðar, þá situr maður einhvern veginn svolítið fastur, sko. Algjörlega. Og þetta er náttúrulega einmitt bara klassískt pírónsk efahyggja og hversu langt hún getur gengið. Já, einmitt. En eins og það sem að ég var að fyrst að við fórum að ræða út frá kennslunni með nemendum mínum í borgarlegri fermingu að þá var maður svona að fá þau til þess að vera, hvað maður segja, frekar svona hugsandi verur, eins og maður segir, sko, hugsandi verur sem að taka ekki öllu sem gefnu, en séu kannski ekki endilega að standa út torgum og rópa að það sé ekki til og það er ekkert satt. Það er ekkert raunlegt. Já, einmitt. Það er ekki hægt að vita neitt. Já, og það er einmitt það sem að eins og Matthew Lipman sem var frumkvöld í heimspeki með börnum notaði orðið sko að vera hugsandi vera, sko. Já. Þannig að maður er svona það er svona æskilegt að stuðla að því að maður sé hugsandi vera og börnin sé hugsandi verur. Já, ég myndi segja að það væri æskilegt. Heldur það? Já, ekki síst sko svona í nútíma samfélagi sem að dynja á manni alveg endalausar upplýsingar og það er endalaust verið að bjóða manni eitthvað og segja manni eitthvað og svona að þá aðeins og þó maður láti nú blekkjast sko af og til að þá að maður sé svona hafið að baka eira að maður þurfi nú stundum aðeins að staldra við sko. Páll Skúlason frægi heimspekingur og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands. Já. Hann kendi lengi vel fíluna svokölluðu. Jú. Hvað heita raunverulega inngangur að heimspekileg forspjallsvísindi. Heimspekileg forspjallsvísindi innmitt. Og ég man að ég heyrði alltaf hjá öllum að fílan þætti svo leiðinleg sko. Já.
og það kannski svolítið fólk sem var bara eða ekki bara, heldur var í einhverju raungerna námi eða eitthvað svoleiðis og þótti þessi fíluáfengi bara alveg della sko. En hann fjallaði náttúrulega kannski eiginlega bara raunverulega akkurat þetta sko. En akkur þótti það fólk það svona leiðilegt Sko ég manni, ég satt í þessum áfengum og hann var með þetta þegar ég var í þessu hausti 1988 þá var hann með þetta og Reit Pálsson og mér þótti þetta áhugavert en það gæti kannski verið, eða ég veit ekki hvort það er rétt en sko það gæti kannski verið í einhverju tilvikum að ég veit ekki, þetta var svona eins og segja, þetta var kannski svolítið langt frá því sem að nemendur voru að hugsa og spá. Svo manni eftir þetta var líka, ég var í þessu hugvísindadeildinni og þetta var í svona stórum sal, það var rosalega mikið af fólki og ólíku fólki og þetta var auðvitað svona einhverju fyrirlestrar en það var ekki sko að fólk fengi mikið að tjá sig þannig að kennslufræðilega sé þá var þetta ekki sérstaklega vel gert hjá Páli sko. Það er svolítið fyndið sko. Þannig að það verið að fjalla svona eðli kennslunar og hann byrja alltaf með þetta sko með að menntun sé mennska. Já, einmitt. Þannig að þetta var svona inngangur að skilningi á kennslufræðin kannski og illa kennt. Já, mér þótti þetta, en svo var ég tímum hjá hún líka í innganga heimspeki og það var svolítið sem skaraðist þar á milli og þar voru miklu færri nemendur og það er kannski bara betra og þá var þetta allt öðruvísi tímar og miklu betra því að þá gátt við setið svona saman kannski 15-20 nemendur og Páll og þá varð svona samræða til úr þessu og það er nú kannski það að þetta er fag svona það sem er að kenna þessi grundvallar atriði í gagnrýnum hugsun og svo framvegis að þetta fer illa í fyrirlestrum en þegar fólk er að ræða málun og taka eitthvað dæmi og krifja þau svona praktísk nálgun að það er miklu áhugaverðara sko. Það minnum að það að ég var með hann Ármann Halldórsson kunningið þinn held ég hann var í viðtali hjá mér og hann kom inn á þetta með að drauma kennsluformið væri í rauninni kannski svona 10 manns sitjandi í hring að svona takast á vitsmunulega einhvern veginn og kannski félagslega. Einmitt. Og við náttúrulega erum komin ansi langt frá 10 manna hring þegar við erum með 200 manns í fyrirlestrarsal. Já, þá var þetta orðið allt annað form sko. Já. En stundum er það bara þannig að það er ekki hægt að það er ekki allt kosið sko. í skólastarfi sko. En ef við reynum að varpa okkur í þessa grein þína sem að heitir á íslensku þurfalingar eða virkar og gerandi verur, hugleiðingum menntun, tilgang og tilvistarverkefni. Og þetta er svona, svo ég tala nú bara inngangin, þá er þetta svona pínu bara eins og það sem við erum búin að vera að tala sko. Það er þessi skörun þess að kenna annars vegar mælanlegar greinar og hins vegar einhvers konar lífspeki. Já, og eitthvað svona þroskaferli í námi sko. Það sem við höfum í umræðinni, í henni almennu umræðu, sérstaklega núna þegar vera að gagnrýna okkur fyrir að vera standa okkur illa í PISA-könnunum, þá segja margir sko, að menntakerfi sé bara komið í ruglið og við séum algjörlega kúkubabak en svo segja kannski aðrir að heimurinn sé bara að breyta svo mikið að það sem að þurfi að kenna séu svo fjölbreyttir hlutir að þeir mælast ekki sama hátt. Ertu sammála því? Já, sko ég er allavega að skoða eins og nærtækast að skoða sko eins og umræðan sem var í sumar í Morgunblaði var bara dag eftir dag með umræðu menntamál, ég veit ekki hvort þú varst ekki að því að fylgdist með því. Og það var svona íhaldsvingillinn, ekki? Jú, og það vissulega er ekki allt fullkomið í menntamálum í Íslandi, langt í frá, en það var svolítið merkilegt hvernig sú umræða var að hún var mjög einsleit og það var svona stór orð hvað allt væri rosalega glatað í skólamálum og í menntamálum og það og svo þegar maður fyrir að lesa þetta með því huganfari sko, hvað vill fólk og fyrir að fara í gegnum þetta aftur og sögspar já, ég veit að þetta er allt í klessu þarna en hvað er það sem við viljum og þá var ég ofta að leita svona í textunum og ég fann ekkert rosalega mikið ég fann aðalega að það þyrfti að vera það þyrfti að vera samkeppni að vera próf og samkeppni og þá er það spurning hvort að það sé eitt og sér leysa allan vanda að því að ef það setjum upp samkeppni í skólunum og við erum með alla flóruna af nemendum er þá ekki líka alltaf einhverju sem að falla út úr samkeppni og vil ekki taka þátt eins og það er ekki allir sem vilja taka þátt í fótboltaliðinu.
Nei, það er ekki nálgun sem hendar öllum. Það er ekki nálgun sem hendar öllu, en hérna, og vissilega eru hérna greinar sem að eru mikilvægar og það þarf að kenna börnunum að lesa og skrifa og reikna og allt það eins og talaður og það er spurning sko, er eitthvað meira sem á að gera, ég tók eftir í þessar umræðu og maður var svona pínlítið spældur að ég kendi nú í grunnskóla yfir 20 ár, að það var svo margt annað að gerast í skólanum, eins og þú segir, sem er ekki mælanlegt, en hafði áhrif á jákvæðan hátt á börn og unglinga, þó að það væri kannski ekki hægt að mæla það beint. Og þetta minnir mér svolítið á það að ég var að kenna 9. bekk hérna fyrir 3-4 mánuðum síðan og það var nemandi sem var svona pínlítið uppreist gagnvart því sem var verið að kenna og var alltaf að spura af hverju verið að kenna þetta og hver er tilgangur með þessu og ég hafði stundum gaman að því að segja að það er bara engin tilgangur með þessu, bara að gera bara tilgangslösa hluti hérna og hérna, en hann spurði mig, Jóhann, manst þú eftir einhverju sem þú lærið í grunnskóla? Og hérna, ég fór eitthvað svona að hugsa málið og svo hérna bara, var þessi spurning svolítið með mér í einhverja daga og þá fór ég að velta þessu jú, auðvitað náttúrulega lærið mér að lesa og svona grunnatriðin í reikningi og eitthvað skrifa og allt svoleiðis, en fyrir utan það og ég fekk lágt í grunnskólum prófum í grunnskólum og það var einhver samrændpróf þá og ég fekk lágt þar og mér var eiginlega bara alveg sama, ég var ekki í þessum ég var ekki svona eins og barn viðskiptar á sem að vill vera fram úr skarandi, mér var bara alveg saman, ég var bara að hugsa allt annað. Ég var ekki þar og ég veit að mörg börn geta verið þar, en þá fór ég að taka eftir því að það voru kennara sem að kendu ekki námsefnið, sem að sátu eftir. Það var, ég man eftir einum til dæmis í grunnskóla og ég man eftir öðrum í framhaldsskóla og það er eins og ég hef orðað, þeir kendu sjálfa sig. Sem sátu eftir? Sem sat eftir í mínum huga. Það sat eftir í því. Það sat eftir, það voru ekki námsgreinarnar og hvað maður var að læra og prófið sem maður tók upp svona. Það voru kennar sem að svona, gátu, eins og maður segir, voru tilbúin til að fara út fyrir efnið og ræða bara eitthvað sem að, þeir höfðu sem hvað sé að vita á eða einhver reynsla sem þeir höfðu eða voru að spjalla. Og það gerðist til dæmis eins og í framhaldsskóla ástæðan fyrir því ég fór að læra heimspeki var svo að það kom í gegnum frönsku tíma. Ég var kennar sem kendi frönsku. Já, hann náði til þín. Og í einum hópi voru við bara 6 nemendur og hann var nýkominn frá Frakklandi og hérna, og hann var að kenna frönsku þetta, hann var að læra frönsku og svona, en hann var alltaf til í að spjalla svona franska bókmenntir og heimspeki eitthvað svona inn á milli og þá kveikti það eitthvað í og svo á endanum gaf hann mér hérna dröga þýðingu að riti Sartre tilverustefnarnir mannhyggja og hún hefur fylgt með síðan. Það er mjög skemmtilegt. Þannig að hann hefur algjörlega svona sett mark sitt á því. En það var ekki í kennsluáætlun að hann ætti að vera að tala um heimspeki og bókmyndir og Sartre og gefa nemendum heimspekirit. Þú segir hérna í greininni eitthvað á þessa leið, við kennurum blasa fjölbreyttar áskoranir og kröfur þar sem 2 megin áherslur í menntun togast á. Annars vegar er áhersla á mikilvægi góðs árangurs í námsgreinum og prófum, þar að segja hefðbundnum skólaprófum, samræmdum prófum og alþjóðlegum könnunum. Ég ætla greinilega að læra að lesa. Já. Og hins vegar á menntun sem tilvistarverkefni. Þegar litið er að menntun sem tilvistarverkefni á sér stað virk ígrundun og samtal um hinnar stóru spurningar mennskunar. Þar er meðal annars spurt merkingu menntunar, hvað í því felst að vera manneskja og hvernig hugtökin menntun og manneskja eru tengd órjúfanlegum böndum í öllu skólastarfi. Er hérna sanngjarnt að segja að þetta sé svona svolítið kjarni umræðinar í þessu? Hún er allavega hverfist mjög mikið um þessa mælanlegu menntun og þessi fög við erum ekki að standa okkur í PISA-könnunum og við erum ekki að gera eitthvað svona en mikilvægi hins menntuna sem svona tilvistaverkefnis eins og maður orðar þetta þarna og þarna er tilvistastefnan að koma í gegn sem að mér fekkur hún hefur áhrif hann í menntuna. Frönskukennarinn er bara lifandi hérna. Hann er lifandi hérna og þá hérna en hún er einhvern veginn það er ekkert að ræða það Nei. Það er ekkert að ræða það En er það að þið er erfiðara? Það er kannski ekki erfitt að ræða það en það er erfitt að höndla eitthvað svona ef þú ert með nemanda hérna sem að þú ert með 2 nemendur annars stendur sér rosalega vel á hérna stærðfræðiprófi með enskuprófi eitthvað svona sem fær háar einhvern þá var auðvelt að benda á það og sjá þarna erum við með árangur í skólanum. Akkurat. Svo ertu með annan nemanda sem að
kannski stendur sér bara í meðalagi eða síður en það en hugsandi vera og góð manneskja og gagnrýnin manneskja og lætur gott á sér leiða en það ekki mælanlegt sko. Nei. Og maður getur kannski sagt sjáu því hérna erum við með svona manneskjum og það eiginlega vandinn að fyrst að maður getur ekki bent á það þetta ekki áþreifanlegt að þá þetta einhvern veginn ekki með í umræðunni. Nei. Og hinn kapitaliska nálgun sem við getum kannski til gamans tengt við Morgunblaðsumræðuna. Já. Hún einhvern veginn alltaf þessi samkeppni og engun og stigveldi. Og þetta orð að vera framúrskarandi. Já, framúrskarandi. Að vera framúrskarandi sko, svo ég veit að þessir vísindamenn sem að pæla svolítið í þessari tilvistarmenntun og svona, þeir leggja frekar áherslu, við skulum reyna að stuðla góðri menntun fyrir alla heldur en endilega vera alltaf í ykkur framúrskarandi. Framúrskarandi vísar þá til ykkur samkeppni. Að þú sér betur en aðrir en akkur ætti að vera eitthvað betur en aðrir sko, menntun þetta keppnisgrein. Ég get verið framúrskarandi í 100 metra bringusund og ólympíuleikunum en akkur ætti maður að vera eitthvað framúrskarandi það kannski bara því að maður vill auka hagvöxtið eitthvað og þá kemur hugssjónir viðskiptarásin í þetta. Við tölum alla þessa hluti sko, við viljum vera með það var tímbili var á stefnuskrá Háskóla Íslands að vera í topp 500 háskólum í heiminum. Já. Og það svona hugmyndir að vera framúrskarandi. Jú. Svo viljum við vera með við viljum við gjarnan að séu doktorsnemar úr okkar skólum sem að verða einhverja frægar fígurur í tæknivísindum og dóti. Já. Það aftur þessi framúrskarandi einleiki. Já. Og þá verið að kýtla bara hégómakindina? Það spurning sko. Hvað þetta sko? Já. Bendir svoleiðis árangur til þess að sé í gangi eitthvað frábært nám? Já. Eða hægt að fara eitthvað aðra leið í að meta það? Já, einmitt, það nefnilega vandinn sko, sumt svo erfitt að meta og stundum kemur bara árangurinn sko síðar í ljós en hann kemur kannski bara í ljós hjá þessum nemanda og fjölskyldans. Já, akkurat. Og ég meina, ef við setjum þetta upp svona til gamans, ef við ímyndum okkur að þú sért hérna að reka menntaskóla. Já. Og það komi engir út úr honum sem verða einhverjar heimsfrægar pípur. Já. En að jafnaði komi út úr honum dugandi einstaklingar. Já. sem að kannski njóta sína á rosalega fjölbreyttu sviði. Já, og ekki dópi og glæpum. Hvorki dópi og glæpum, né eitthvað að belgja sig út, sko. Það kannski hinn besta niðurstaða. Já, og þá myndi kannski einhverju segja, en þannig ertu bara komin í bara einhverja meðalmennsku, það bara einhverju meðaljónar. Þannig ertu bara komin í einhverju sósíalisma og jafnamennsku. En svo það líka bara hugtak sem bara, ég heyri það bara mjög sjaldan rætt í tengslum menntun sko, en hvað máli skiptir hamingjusamir einstaklingar sko. Já, akkurat. Líka sko. En það náttúrulega einhvern veginn. Það hefur komið fram í þessari PISA-umræðu, en íslenski nemendur mælast nú hamingjusamari heldur en margir aðrir. Já, ok, en við skulum halda áfram að tala stærðfræðina. Þau þurfa að geta að reikna sko. Þannig að maður getur leitt sér að setja upp svona leiðilega spurningu sem ég gerist hvort nemendum mínum, hvort betra að vera að kunna reikna rosalega vel en vera óhamingjusamur eða vera hamingjusamur og kunna ekki að reikna mikið. Akkurat. Hérna ertu með kafla sem heitir Hvað nemandinn? Manstu hvað hann segir lauslega? Já, það var sko, þetta var svona þegar ég var að skrifa þessa grein þá ég að vinna ná svolítið út frá aðalnámskrá grunnskóla og skoða svona hvað menntun og til hvers erum við að kenna og hvetja þessar spurningar og svo hvað nemandinn og ég hef í huga sko þetta svona ákveðin greining á aðalnámskrá grunnskóla sem nú svolítið að fá á baukinn en mér finnst það bara geggja rít ég hef bara vikjum það svittakinn út til orða ég get útskýrt það betur eftir þá verið að tala nemandar þarna sem ákveðin svona verðanda sko og það í aðalnámskránni alltaf að hann eigi að bera ábyrgð á sínu eigin námi sko. Það ábyrgðarhugtakið kemur mjög mikið við sögu í námskránni hann eigi að bera ábyrgð á sínu námi en samt einhvern veginn það sem hann á að læra og það sem hann á að gera hann hefur ekkert verið spurðað því hvort hann vilji það og hvað nemandinn þá ég að meina í þessu tilviki varandi það beinlínis að hann alltaf í átt að einhverjum möguleikum þarna kemur aftur inn þessi tilvistarhugsun frá Sartre hann skapandi, hann alltaf að verða að einhverju og við getum ekki sagt að nemandi sé eitt skipti fyrir eitthvað fast ákveði sko. Þannig að nemandinn sem voru að klúðra PISA-könnun núna síðast sem var ræðið sumar sko, það ekkert útséð með það
þeir verði færi vísindamenn í framtíðin sko. Það er ekki búið að loka öllum dyrum, ég vil ekki trúa því sko. Það er alltaf möguleiki á einhverju sko. Var það ekki einmitt hjá Sartre, var það ekki einmitt bara mennskan sjálf er verðandi? Mennskan er bara, og við erum alltaf í áttir möguleika okkar, það er einhverju möguleikar sem eru þarna í gangi og það var svolítið talað það var til dæmis talað að þarna væri bara einhverja hamfarir í gangi og niðurstöðuna benda til þess að þarna verða bara allir aumingjar í framtíðinni sko. en ég er kannski svolítið bjartsýnn og Sartre sagði líka að tilvistastefnun hans hann var sakað mikla svartsýni, hann sagði að þetta er bara bjartsýn stefni í eðli sinni því að við trúum á manneskjuna þó hún standi sig ekki vel akkurat núna þá er ekkert útlit fyrir að hún standi sig ekki vel síðar sko. Algjörlega sko þessi pæling að einhvers er verðandi og að nemandinn byrja ábyrja námi sínu það er svona dálítið svona heimspekilega afstæða að hver og einn skapi sína tilveru sem að kallast á við andstæðina sem er svona hálfgerð nauðhyggja að umhverfið skapi þig og þú hafir engin prímus mótor í því sjálfur sko. Hvernig finnst þér það að kallast á? Já, og það birtist eiginlega kannski svolítið í það bæði þessar umræðu og líka í bara svolítið í námskránu að það er nemandinn á að vera ábyrgur og hann á að hafa frumkvæði í sínu námi og halda utan sitt nám og svona en við ætlum samt að segja hann hvað hann eigi að gera og hvaða útkoma hann eigi að fá og við ætlum að leggja á ráðunum hvernig hann er mældur og hann hefur ekkert það að segja heldur Nei, þannig að það er svona þetta er svona tóa svolítið á sko en ég tala nú kannski svolítið eins og ég sé á móti mælanlegu pöfunum en ég ræði það líka í greininni að það eru svona 3 megin þættir sem það þarf að hafa til hliðsjónu þegar verið að skipuleggja nám og það er þessi námsgreinaþáttur sem er enska íslenska starffræði og svo framvegis svo líka þessi félagslegi þáttur, hann skiptir líka miklu máli og svo þessi einstaklingsbundi þáttur að nemandinn er einstaklingur sem er að skapa sjálfa sig og er að þroskast þannig að svo er það bara alltaf spurning sko hversu mikið af hverjum á þessum þáttum setjum við saman þegar við sköpum skóla. Einmitt. Og ég meina námið, skólinn sem stofnun, hvort sem það er grunnskóli, menntaskóli eða háskóli, að stórum hluta er þetta runni nám í því að starfa í hópi. Já, einmitt. Og við erum að vera fólki sem er ekki bara foreldræðinir. Nei, og það felst heilmikið nám í því sko. Það gerir það sko. Og líka bara þessi samskipti, sko, samvinna, samskipti, deila skoðunum, takast á við andstæðar skoðanir. Já, einmitt. Það felst til mikið nám í því og eins og margir hafa sagt sem að í framhaldsskólinn sem tóku mikið þátt í félagslíf og svona svo það var bara eitt mesta námi sem fór fram í því sko. Já. Sem dæmi sko. Þannig að skólinn sem stofnun hefur alls konar svona þroskandi hlutverk. Já. Og bara sumir þeirra mælast. Sumir þeirra mælast og önnur ekki en það er ekki þar með sagt að þau sem mælast ekki eða mælast síður að þau sé eitthvað minna virði sko. Nei. En það er erfitt að komast inn í framhaldsskóla og þú ert bara hamingju sem góð manneskja sem að breytir rétt og ert ekki græðum og dópi á meðan við einhver aðra sko. Þannig að eins og ég hugsaði í sumar þegar ég var að lesa allar þessar greinar hérna í Morgunblaðinu að er þetta ekki bara vandamál framhaldsskólanna frekar en grunnskólanna? Þeir eru í vandamál með það hverju þeir að taka inn í skólana að því allir vilja taka bestu nemendunar eða ekki kannski allir en svona margir og þetta var ekki vandamál það sem ég var halast upp að því ég var í Keflavík það var bara einn framhaldsskóli á Suðurnesjum sem bara fór allir þangað og þá var þetta vandamál ekki verið sögu þá voru bara bæði framúrskarandi nemendur maður notar það orð og svo nemendur sem voru bara svona sem ég það fóru bara allir í sama skólan sko. Þá var þetta ekki vandamál Nei. Svo náttúrulega vel þekkt að margir af okkar frægustu hugsuðum og svona tæknifrömmuðum hafa verið lélegir í skóla sko. Já. Í grunnskóla og það er svo að sé oft svona einhver spurningum persónulegan þroska og tímabili í lífinu. Já, og maður læri líka svo margt í lífinu sko. Og það er einmitt þá komum við aftur að því sem að ég sagði að það sem að tók með sér úr grunnskólanum voru þessi kennari sem að kendu sjálfa sig eins og maður segir. Ekki bara námsefni. En það er mjög skemmtilegt sko og það er aftur eitthvað sem er illmælalegt en svo við hættum nú að klifa á því þá ef að við viljum runni að kennarar séu svona inspírerandi fyrirmyndir fyrir nemendur og vekja það til
lífs í einhverju hugsun og hafi rauninni frekar það hlutverk heldur en að koma vel á framfæri kennsluskránni. Þá það svona það svona hugmynd sem bara einhvern veginn fer ekkert mikið fyrir í þessari umræðum PISA-kannanir sko. Nei, alls ekki sko. Nei. Og þannig og vissulega á þessi umræða sko alveg rétt á sér en það svolítið leiðilegt ef að það hverfist allt hana og hitt gleymist vegna þess að þessi umræða hefur áhrif á það hvaða augum almenningu lítur á kennar og skólastarf. Algjörlega, já. En það alltaf mjög alvarlegt að því að það svona alveg grunnhæfni að vera vel læs. Já, algjörlega sko. Og þó við séum komin með hljóðbækur og það alltaf mann sko. Já. Þá viljum við held ég að börnun okkar séu vel læs. Já. Það gengur bara ekki nú vel sko. Að vera læs og skrifandi og geta reiknað það alveg satt sko. Og það enda það sko eins og maður segir sko það einn þátturinn af þessum þremur sem ég dreg fram hérna í greini sem að þetta þarf alltaf að fara saman sko. Það þarf að gera það sko. En nú svo við vendum nú kvæðum voru kross þá dálítið svona vinsælt núna að tala það að í háskólasamfélaginu víða heim sé að verða svona einsleitni í hugsun og að fólk þori ekki lengur að takast á hugmyndir. Já, einmitt. Og samt það einmitt eitt af því sem að maður svona heldur að fólk vilji læra í svona, og það fellur dálítið undir þessa reglíf gagnrýnin hugsun. Jú. Að fellur undir þá reglíf að vera færum að skoða hugmyndir sem eru kannski óvinsælar eða tabú eða eitthvað. Já, einmitt. En samkvæmt þessari gagnrýni sem gengur mikið, eða heyrist mikið þessa dagana, að þá fer það deyjandi sko, í háskólasamfélaginu. Já. Kannastu það? Já, maður hefur heyrt fréttir á þessu sko já, og það er mjög dapurlegt finnst mér sko, því að það er alltaf mjög hressandi að það sé fólk í stofnunum með svona háskólum sérstaklega þar sem allir eru fullorðnir, að það geti leyft sér að leyfa tjáningafrelsinu og hugsanafrelsinu að njóta sín og beri þá bara ábyrgð á því sem það er að hugsa og segja og geti tekið bara samræðuna við þá sem eru kannski ekki endilega sammála sko. Þannig held ég ég er algjörlega á því að tjáningafrelsi skipti gríðarlega miklu máli og hugsanafrelsi að við séum ekki njörfu niður og að við getum tjáð okkur þó að við séum ekki á sömu línu og séum ekki alveg sammála sko. Það skiptir svo miklu máli sko. Algjörlega. Og er þetta eitthvað sem þú upplifir sjálfur? Hérna á Íslandi? Já, sé svona smá skoðanakúun eða ótti að hugsa. Sko ég hef ekki orðið var við það. Nú er ég að kenna í háskólagrunni, háskólum í Reykjavík fyrir nemendur svona sem er að ná sér í ígildi stúdentsprófs og ég hef ekkert orðið var við það þar sko. Það sem ég kannski eins og hjá nemendum mínum sko hef ég orðið, þar er ég að kenna heimspeki til dæmis og þar erum við til dæmis að fara svolítið þennan grunn að við eigum að geta rætt ólík mál svo fremur sem við gerum það málefnalega og vera á skiptast á skoðun, men við þurfum ekki að sannfæra hvort annað. Nei. Við erum frekar að hjálpast að við að komast að því sem er satt og rétt og gott og fagurt sem maður segir og það er bara kannski ekki svolítið í menningunni að þegar maður er að byrja á haustinn og maður er svolítið að kynna þetta þá halda nemendur að þegar það eru samræðu tímar að þá eigi að fara að rífast og öskra á hvort annað. Einhverja að sigra. Já, þeir halda það sko að maður eigi að vera rosalega reiður ef maður er ósammála og þeir þekkja þetta bara frá Alþingi þar sem að við sjáum alltaf svona klippur úr fréttum það nú matreitt onni okkur það sem er svona mestur æsingurinn í gangi sko og svo líka morfískeppninni þar sem að fólk er að garga á hvort annað. Þetta er klára fólkið en ég er að svona sína að við ætlum að vera svolítið í anda Sókratesar og þeirra sem að voru að reyna að kryfja málin voru kannski ekki endilega alltaf sammála eða komist endilega einhverju svona sömu niðurstöðu en voru samt ekkert sko persónuleg óvild í gangi og ég man eftir eins og fyrir nokkrum árum síðan að þá einhvern tímann á miðjum vetri þá við vorum alltaf að ræða einhvern mál og ég kom með einhver umdeild mál, ég hafði kannski ekki endilega alltaf einhverja skoðun á þessu sjálfur, það skiptir ekki máli, maður kemur með eitthvað og maður öðlast þá einhverja sína á það með nemendum og þá saði einhvern nemandi í lok tímas við annan, hefur þið tekið til því að við erum hætt að vera svona reið eins og við vorum í byrjun og bara við að heyra þetta þá hefur hugsað mér, ok, þetta hefur þá borið einhvern árangur sko. Frábært. En hvernig getum við það virkar svona eins og svona útópísk og erfið nálgun eða erfið hugmynd að ætlast til þess að kennarar barnan okkar
séu svona einhverjar hetjur sem að verða svona ofbáslega ríki huga nemendan eins og þessi frönskukennari fyrir þig. Þetta ekki svolítið svona merkileg krafa að kennararnir vera svona æðislegir? Jú, ég myndi ekki vilja gera þessa kröfu sko á eins og kennara barna í dag sko, ætlast til þess, þetta einhvern veginn gerist bara óvart held ég. Ef að þú ert einlægur í því sem þú ert að gera þá gerist það óvart sko. Vissulega þarf maður að fara inn í tíma og maður þarf að kenna íslensku og ensku og stærðfræði og svona, það þarf bara að kenna þetta og maður getur ekki alltaf verið í því að segja bönnunum einhverjar sögur, dæmissögur þar sem að þau þurfa að draga álítan og svona, og það þarf líka það þarf líka að gera það og þá þetta kannski ekki endilega alltaf það skemmtilegast í heimi fyrir börnin en þannig að þetta gerist kannski bara svolítið óvart sko, svo eru sumir bara svona hafa einhvern veginn þann hæfileika að geta náð til annar einstaklinga þannig að það hafi áhrif, jafnvel leiðilegustu hlutir verði bara ásættanlegir sko. En hver formúlan ef það einhver, hana hef ég nú ekki sko. En það einmitt svolítið að það kemur kannski pínlítið inn á aðalnámskrá grunnskóla, hún hefur aðeins verið rætt í þessu samhengi sagt að hún sé bara óskiljanleg og hún sé ráðgátt og hún sé loðinn og allt hvaðina og þá það náttúrulega sko og hún ekkert ofsalega, hún svo tiltölu opin, eða ekki til, hún bara mjög opin og þannig séð. Sem að þér finnst jákvætt eða eitthvað. Og ég bara rosalega ánægð með það vegna þess að hún gefur manni þá færi á að útfæra hlutina ýmsa hátt. Án þess að maður sé að fara í burtu frá námskrá því að okkur ber sem kennurum að kenna samkvæmt námskrá. En ég kalla þetta að það nú leitt að vera að bendla þetta við IKEA því að það nú ágætis fyrirtækin, ég kalla þetta IKEA-syndrómið hjá kennurum sem vilja fá bara námskrá sem eins og leiðbeiningabæklinum og húsgögnum. Þú var bara að gera þetta og þetta og þetta. Það engin vafi hvað ég á að vera að gera því það eru skýra línur. Já, en þarna getur þú haft eitthvað tækifæri til þess að gera eitthvað skapandi í þínu fagi og það mikið lagt upp úr skapandi og gagnrýnni hugsun og þess að það sagt í þessi námskrá. Þannig að mér þætti nú mjög súrt ef að hún tekin umferð þessi námskrá, sko, ég verð bara að segja það. Sko. Okay. En umræðan í fjölmiðlum öll á hina veginn að þetta sé bara ónýtt plagg. Þetta bara ónýtt plagg og við viljum bara fá IKEA-bæklingin, fara með hann inn í skólan. En þetta er mjög áhugavert að því að nú ert þú svona heimspekingur og það hefur svona viljað loða við heimspekina sem grein að þeir verða oft kennarar. Alveg síðan á dögum Platóns að allir vildu stofna sína eigin skóla í Aþenu og þetta voru alltaf einhverju nýjir skólar og bara þannig að heimspekingarnir eru alltaf að kenna og það einhvern veginn er kannski í einhverju skilningi bara hluta því sem heimspeki að einhvern veginn svona samtal hvað við erum að hugsa og hvernig við hugsum sem að ekki svona eitthvað eins og að sitja í horni og smíða eitthvað. Nei. Þannig þetta er svona samskipta svið. En fyrstu 4 árin eftir ég útskrifast úr meistarnámi þá var ég ekki að kenna, þá var ég að leita týndum töskum í flugstöðinni. Varstu að vinna það? Já, ég var að vinna í flugstöðinni í deild sem heitir Tapafundi og var að leita týndum farangri og fyrir farþega og þegar að sonur mér var spurður hvað gera heimspekingar? Og þá sagði sonur minn, þeir leita týndum töskum. En svo var það bara þessi auglýsing sem ég sagði frá í byrjun sem að leiddi mín inn í kennsluna og þá fann maður þetta, eins og þú varst að segja, að heimspekin þetta svið svona leitarinnar að skilningu og þekkingu í samtalsformi. En núna hefur tekið eftir að mjög margir í kringum mig sem eru heimspekimenntaðir eru einhvern veginn að hallast að kennsluvísindum eða menntavísindum. Þannig mér finnst eins og að sé eitthvað svona annarkvort eitthvað trend núna eða kannski þetta bara tímalaust hlutverk heimspekingana. En ég fór að hugsa þetta sko aftur í þessu samhengi við kennsluskrána sko að þeir sem eru svona heimspeki, hvernig er þetta orðað? Heimspeki menntamála, þeir sem eru þannig þenkjandi sko að þeir eru að hugsa þessa hluti sem þú ert að gera að tala að þeir eru að hugsa sko nemandan sem verðandi og kennsluskrána sem opna og ramman, umhverfi menntunar sem einmitt svona lifandi leikvöll fyrir þroska og þróun og einmitt sko hann þurfi að vera óskilgreindur til þess að geta verið
lifandi og fjölbreytilegur. Breytilegur. Já, svona minna skilgreindur, það eins og við segjum, við þurfum allar að kunna lesa og þennan grunn, sko. Og svo kallast það á við hina sem vilja einfallega mælanleika og vilja bara fá góðar einkunnir og skara fram úr. Og þarna inn á milli, augljóslega, það er ekkert mál að setja þessar andstæður upp, en hugsanlega er það einmitt þessi heimspekilegi skilningur sem að fer ekki svona milli, sem að einhvern veginn kemst ekki að framfæri eða er erfitt að miðla. Það er að segja, ég vil að við séum með gott menntakerfi sem mælist vel og við séum með góðar PISA-niðurstöður. Og ef ég er þannig þengjandi og hef ekki tíma alltaf að hugsa menntaheimspeki, þá kannski einfallega er ég ekkert að hugsa Sartre og manneskjuna sem verðandi. Nei. Er eitthvað svona skilningsmúr þarna? Á milli þessara þátta? Já, ég held að það hljóti að vera að það því að það þarf einhvern veginn að fara eitthvað bílbeggja, ég er alveg á því, en það er eins og ég veit ekki með fólk sem að hugsa eins og ég í menntamálum, ég er ekkert á því endilega að það er eitthvað kannski til skólar erlendi sem að gefa bara allt svona í þann pakka og hafa kannski ekki próf eða neina mælikvarðanir eins og við þekkjum kannski lýðháskóla og svoleiðis, en hérna ef við lítum til Íslands þá held ég að það sé nú ekki margir sem eru þengjandi eins og ég sem að segja að við þurfum bara að taka bara þennan þroskaþátt og hamingjuna og góðu nemendur heldur. Það þarf að vera líka, það þarf að vera eitthvað annað líka. En það væri náttúrulega gott ef við værum þokkalegi í PISA-könnunum og líka með mjög glaða nemendur. Já, en fyrir hverja væri það gott með PISA-könnunum? Já, það er góð spurning, Ekki það, og maður spyr svona, ekki það að ég sé að segja að það sé ekki gott að vera með gott í PISA, en það er bara í þessari menntaheimspeki þá leyfum að sér að varpa fram spurningum bara svona, til þess að, fá að vita hvernig maður á að hugsa þetta. Alveg svo, aðeins og maður nemendur spyrja, af hverju er verið að kenna það sem verið að kenna, fyrir tilgangur með því. Það er alltaf gott í þeim skilningi, allavega með til dæmis lesgetu. Að við viljum allavega, að virka frekar augljóst að við viljum að nemendur á Íslandi mælist þokkalega læsir. Og það er einhvern veginn í sjálfu sér verðmæti, því að þá ertu með aðgengi öllum öðrum upplýsingum. Algjörlega, Þannig að þá getum við ekki bara sagt að fyrir hvernig er það því, Nei, alls ekki, En svo má líka að segja, að hjarðmennskan, ef maður tekur það skemmtilega hugtak sem við þekkjum úr heimspekinni, hjarðmennskan sem allir fylgja hjörðinni, að hún getur stundum verið alveg yfirgengileg í íslenskum grunnskólum og ég get nefnt sem dæmi að ég tók viðtöl við 9 heimspekikennara fyrir einhverjum svona 3 árum síðan og þeir voru að kenna ýmsar aðra greinar og svo er hægt að kenna eins og bókmenntir samfélagsfræði með aðferðum heimspekinnar og þá var þetta að kafa ofan í hlutinu svo ég var ekkert að kenna sögu og við vorum að fjalla Titanic skipið og í stað þess að skauta bara yfir staðreyndir og svona og Titanic sökk þarna og svo bara voru svona margir sem dóu og næsti kafli að þá fórum við að kafa ofan í það hverjir áttu að hafa forgang í björgunarbátana? Á hverju áttu konur og börn að hafa forgang? Og fórum að kafa svolítið ofan í þetta og svo var ég að taka þarna viðtal við kennara og þau sögðu manni eftir fleiri en einn og held ég fleiri en 2 sem sögðu ég væri svo mikið til í að kenna bókmenntir og þessi fög sem ég er að kenna fyrir utan heimspeki sem er oftast bara eitthvað valgrein með þessum leiðum að fara á dýptina, þetta er svona djúpnám kafa svolítið dýptina og ég fer eitthvað að spyrja í einhverju tilviki spyrja en hver semur kennsluáætlunina þetta var dæmi bókmenntir og það var kennari sem sagði ég er með nokkra nemendur í svona stuðningskennslu sem að eiga í námsörðuleikum og við gerum þetta þar en í almenna bekknum þar ger ég þetta ekki þannig að nemendur í stuðningskennslu þau fá svona þetta djúpnám þessa heimspekilegu innsýnin í bókmenntaverkin á meðan hinn er bara skaut yfir og ég spyr hver semur áætlunina það eru við kennararnir og mér langar svo til þess að gera þetta í almenna bekknum en ég gera það ekki og ég spyr á hverju gerur það ekki og við ræddum þetta og þá kom það voru ekki nemendurnir sem er á móti því og það var ekki foreldrarnir það voru samkennararnir og þá sagði þá dregst ég aftur úr og þá er minn hópur ekki á sama stað og hinn hópurinn
og við erum þá bara að ræða hérna eitthvað mikilvægi atburði þessari kjörbók eða þessari Íslendingasögu sem að þau eru mikið að pæla í og fara að kafa meðan að aðrir bara skauta yfir og þau gera verkefni og taka prófið og þá verður allir svo fúl út í mig að því að ég er ekki á sama stað og hinn og og það var svona vandamál í skólanum að það þurfti allir að vera að læra það sama og ég spurði í framhald af því strákskap mínum en hafið þið þá eitthvað veltið fyrir ykkur hvort að allir nemendur verði á sama stað þegar útskrifaðir og fara þeir allir á sama elliheimilið og skiptir þetta þá máli að allir séu búin að gera nákvæmlega það sama sko. Því að þess vegna er svo mikilvægt finnst mér fyrir kennar að spyrja sko, af hverju er ég að kenna þér að kenna? Hver er það tilgangur með þessu? Og ég spyr stundum nemendur mína já, nú erum við búin að vera að fara í gegnum þetta og við erum búin að vera að gera þetta ég meina, er eitthvað tilgangur með þessu? Og þeir kurteisu vilja segja, já, það er heilmikið tilgangur í þessu nú, hver er þessi tilgangur í það? Klassískur heimspekingur Já. En varandi til dæmis ef við ímyndum okkur að við varum að kenna Moby Dick sem bókmenntaverk í þeim tilgangi að búa til sem sagt lesa ritverk bæði í spurningum að kunna lesa texta taka inn hugmyndir og vinna með hugmyndir þá væri kannski markmiðið í kennslunni væri þá í rauninni að nemandinn hafi fengið innsýn í bókina sé færum að tala um hana geti skrifað hana eitthvað stúf og hugsanlega eins og þú segir sko, hugsanlega væri besta nálgunin væri einhvers konar djúp umræða eitthvað sem er að gera sér bókinni frekar en þessi klassíska nálgun að segja þú er að klára bókinni fyrir miðvikudag og taka próf og þá kannski einhvers konar minnisatriði og þá var það orðið bara eitthvað svona ofbæðslegt safna punktum sem átt að muna þess að geta sýnt fram á að hafi lesið alla bókina en þið hefðu kannski náð miklu betur árangri með því að liggja breiðu tveimur köflum mín sko. Já, og mögulega skoða samband manna og dýra eitthvað þess áttar Hvalurinn og Ahab og eitthvað Já, og þá vorum við komin inn í kannski svona dýrasiðfræði og eðlilíf dýr og manna og eitthvað svoleiði sko. Þetta er skemmtilegt, þetta er svona alveg bara svona birtingamynd þess sem við erum að tala um að aftur þessi maglalíki og þessi krafa að lesa eitthvað á byrjun til enda og það sé svona að það er þessi hugmyndum að þú hafir lokið verkinu Já, þannig að ef þú ætlar að gera svona að lesa Moby Dick eða einhverja sögu með þessu hugafæri þá þarftu að sætta við það að mögulega næri ekki að klára bókina og að maður þarf að hægja á sér og leyfa tímanum einhvern veginn að vinna með sér þannig og ég segi það stundum við nemendur þegar þeir eru, já, ég er alveg að vera búið með þetta ef eitthvað tímaverkefni gangi þá nota ég stundum minna frá þess að segja þetta er allt í lagi að nógu tími, það er ekki skólaslit fyrir í júní svo fremið sem við erum ekki komið fram í júní það sé að þetta Herri, við förum fljótlega að renna út af tíma og ég ætlaði svona að þetta var bara búið að vera með skemmtilegt og áhugavert þetta er einmitt það sem ég var að velta fyrir mig sjálfur sko, bara þessar pælingar sko, með svona inntak, sálfræði, kennslunar. Ef ég bauna nú á því í restina Sartre, Jean-Paul Sartre og uppáhaldsverkið þitt Tilverustefnan er mannhyggja og þar sem að mannhyggja er einlega humanismi Existentialismi er humanismi heitir hún í svona frumálinu Hvað er svona uppáhaldspointið þitt í því verki? Sko mér fannst svolítið skemmtilegt sagan sem að segir af nemanda sínum í vanda þegar að þetta var á dögum seinni heimsstyrjaldarinnar og hann er að kenna í framhaldsskóla og svo kemur nemandi til hans og allar að leita ráða og ráðinni sko þetta er Fraklandi hernumið á þessum tíma og pappans hafði svona verið svikull gagnvart frönsku þjóðinni ef ég man rétt og hvort að bróðir hans hafi dáið þarna í þessum átökum en allavega mammas var ein og vali stóð á milli þess að fara og berjast með frönsku andspyrnurhreyfingunni eða vera heima hjá móður sinni og sem satt að fara í stríðið eða vera hjá móður sinni og hann gæti ekki gert upp huginn og hann ber til Sarts og biður hann ráð og hann segir þessi frægu orð þú ert frjáls, veldu þannig að og útskýra síðan að á endanum ef ég myndi gefa þér ráð að þá á endanum er þetta alltaf þú sem ákveður það að fara eftir mínu ráðum eða ekki
og fólk leitar og svo það í framhaldi af þessu sko, þá fólk leitar svo oft ráða hjá þeim sem það veit svona hvert svarið og fær þá staðfestinguna og þá kannski komum við aftur að pælingum okkar sem að voru átt í gangi í siðmenn í gamla daga, á hverju fer fólk og á hverju trúir fólk á spádóma sko. Þannig að það hefur valið að svara einhvern spurningum sem að voru mögulega eitthvað leiðandi og það var bara að fá staðfestingu á einhverju svörum sko. Já. Samanber persónleika greiningar sem er einhvern veginn alltaf bara það sem hún vil heyra. Já, einmitt og þá tekur maður eftir því sko og tekur það með sér sko. Þannig að þú hefur verið svona svolítið hrifin af þessum frjálsa vilja, þessu vali. Já, það er nefnilega eitthvað svolítið gott að segja við sjálf og segja já, en ég hafði val og ég bar ábyrgð og þá var maður aðeins að pöngast í sjálfum sér líka. Sem að vísar runni, það er náttúrulega, það vísar runni til gömlu heimspekingana, stóuspekinar, sko, að það sem allt er dygðina. Já. Og ábyrgðin og dygðin tengjast með sterkum höndum. Já, einmitt. En svo er að því að við vorum í siðmennt og í veraldarhyggjunni þá það er mjög svona sterk hefð fyrir frekar harðri efnishyggju og í harðri efnishyggju má eiginlega segja að frjáls vilji sé ekki til þannig að það er nauðhyggja framvindu efnisins. Einmitt, Hvernig skverar það við þínar pælingar? Það er svolítið langt sem ég pældi í þessu þetta er svolítið rætt í bókunum Brynjólfs sem er svolítið skemmtilega, ég mæli með þeim þessum 5 eða 6 bókum sem hann skrifaði sko. En jú þetta sko eins og ég hugsaði þetta svolítið líka út frá því svo Sartre talar þessa staðveru að við erum að hreyfa okkur innan ákveðins ramma sem við getum ekki breytt. Mér finnst það mjög rökrétt sko að ég er náttúrulega bundin þessum líkama, ég get ekki það því gert. Og ef að ég er með vöðvabólgu í öxlunum eitthvað svoleiðis þá er það bara hluti af minni staðveru og ég get kannski gert eitthvað í því en svo eru sumir þættir sem ég get bara ekkert gert í sko. Og það er sama bara við erum í þessu samfélagi og hvað sem okkur líka betur að vera þannig, við getum ju kannski flutt í eitthvað annað samfélagi en þetta er hluti svona á því að vera eitthvað sem er fast og staðveru og við bara erum frjáls og hreyfum okkur innan þess. Og sem heimsbyggingur að kenna í borgarlegri fermingu þá varstu í rauninni dálítið að halda áfram með hefðina frá stóu spekingunum sem að voru rauninni alltaf að kenna ábyrgð og dygðir og þegar þú kennir ábyrgð og dygðir þá ert í rauninni að reyna að hafa áhrif á samfélagið og þannig að þú ert að reyna að segja ég held að þetta séu hugmyndirnar sem að gera samfélag framtíðarinnar betra samfélag. Gerir maður það ekki þá er maður einhvern veginn hvorki að iðka neitt val nýja að taka þátt. Já, en svo er það líka sko ef maður gerir eitthvað ekki hvort að það sé ekki að gera eitthvað líka sko að ég kýsa að gera ef maður orðar þannig að ég kýsa að standa hjá er það þá ekki val líka eins og að taka til að gera það sko. En þessi ákvörðun sko að vera sko þegar þú tekur ákvörðun að vera til dæmis í siðmennt eða í einhverju samtökunum 78 eða eitthvað þegar þú ert að reyna að hafa áhrif á samfélagi með miðlun hugmynda það er einhvern veginn svo tiltrú að það sé gott fyrir þig og fyrir samfélagið að þú sért að þessu og svo eru margir sem að taka ekki þátt í svona samfélagsumræðunni og maður veldur stundum fyrir sér hvaða er sem veldur því að sumir upplifa sig sem verðuga eða mikilvæga í þessari umræðu og þegar við vorum í siðmennt þá vorum við að tjá okkur alls konar hluti og það má segja að við höfum upplifað okkur sem mikilvæga raddir í samfélaginu. Jú. Og ég tek eftir að þú segir alltaf þegar við vorum í siðmennt, nú er ég í siðmennt þú ert ennþá siðmennt, fyrir ekki og ég er virkur athafnastjóri og er það allir götur síðan og það er vegna þess að ég hef bara mikinn áhuga á þessu sko, það er einhver drifkraftur sem að fær mig til þess að hafa áhuga og ég finna að eins og til dæmis þá er þetta ákveðin mótvægi eða ákveðin svona valkostur að bjóða upp á þetta veraldlega samfélag að þegar fólk hefur kannski samband og vill láta nefna börnin sín eða skýra eða jarðsetja nákomin eitthvað svona það er bara svolítið dýrmætur valkostur og
endur spegla svolítið gildismat sko. Og það sjálfsögðu sko stór þáttur í því sem Selmynd gerir að bjóða upp á valkost. Já. En þetta líka svona félag sem að tala fyrir ákveðnum gildum. Já, einmitt, og mér finnst það mætti vera háværara með gildin sko. Sá hluti. Já, eins og maður þekki bara til dæmis þegar maður fór á uppákomur og þing ellendis að þá voru oft sko kynntismaður félögum sem að ellendis sem að voru virkilega að berjast fyrir einhverju sem að skipti máli í samfélagunum sko. Og það er mjög göfugt og fallegt sko. Það svona dálítið meira svona þessi siðræni húmanismi umfram það að reka einhverja athafnaþjónustu. Já, einmitt. Þannig að maður getur svona kallað svolítið eftir svona, já, meira af svoleiðis uppákomu sko. Heyrðu, kannski er bara samfélag okkar það eitthvað gott og fallegt að það er allir bara frekar dauðir sko. Já, ég meina þetta er náttúrulega mikið velferðarsamfélag í dag. Já. Og það er kannski þannig að þá er þetta bara svona skaðsemi velmegunar sem gerur okkur dofið. Það er þá svona frekar jákvæð ástæða fyrir hnignun í barðunni. Já, það er kannski eitthvað hefur náðst að markmiðum eins og hefur gert vissulega sko. Já. Þegar við endum þetta á þessum jákvæða punkti og bjartsýni, að þið verum bjartsýni fyrir hönd nemenda og mannkynsins, að þið verum verðandi. Já, við gerum okkar besta sko. Og ef allt fer til fjandans þá er bara að gera elska öllug sín og fallast á óreiðuna. Já, og það er alltaf að gera við hvað sem er sko, því að í allri hugsunum í hvað stöðu maður er einhvern veginn, þá er maður alltaf sko, þetta hefði ekki mátt frá öðru síð, þá væri ekki svo sem ég er. Já, einmitt. Eftir á réttlætingin. Já. En við getum náttúrulega enda þetta á því að syngja við gerum okkar besta. Jú. Herru, kæra þakki fyrir komuna Jóhann, gaman að sjá þig. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir spjallið. Og takk fyrir áhorfið.